En miðvikudaginn 1. mars var 76 ára banni létt þegar að sala bjórs var leyfð á Íslandi. Miðvikudag, gáttir ekki beðið til fössara eða... Sko, það sem ég hef heyrt þetta, það var ykkur pæling að þeir vissu svona, svo sem að íslenska þjóðin myndi detti í það. Ok, hvenær getum við gert þetta? Hei, miðvikudag. En 1. mars, útborgunardagur. Við að búa 253.500 manns. Já. Á þessum miðvikudegi seldist 150.000 lítrar af öli. Nákvæmlega. Þetta er blindfullir. Blekar á miðvikudegi. En áhyggjur voru á lofti að áfengisneysla myndi aukast verulega út af bjórnum, en tölur sýndu að neysla á sterkum drykkjum minnkaði frekar bara. Bjór var ekki bannaður per se, það var áfengi var bannað. Svo byrjuðum við að stunda viðskipti við Spán og þeir vilja borga fyrir fiskinn meðal annars í víni. Já. Þá eru yfirvöld eitthvað, ok, að leiðu við léttu spárvin. Spánsvín í lagi. Svo byrjuðum við að stunda viðskipti við lönd sem framleiða stertvín og það vantar þessi viðskipti við bjórinn. Þú var held ég ykkur tenging svona, þeim fannst þetta að vera svolítið danskt, Danir er svolítið fyrir bjórinn, hann er að drekka bjór, þá var þetta eiginlega föðurlands, svikari, þetta er ykkur danarsleika. Danarsleika. Það er eins og svona eitthvað nammi, eitthvað svona... Kann ég hafa en danarsleika? Danarsleika. Tímavart með Tona og Tótó.